Næstan vil ég kynna í pontu Styrmi Gunnarsson, fyrrverandi ritstjóra Morgunblaðsins. Gjörðu svo vel, Styrmir. Góður fundamenn, frá mínu sjónarmiði séð staðan svona. Við eigum að umbylta stjórnskipan landsins með því að taka upp beint lýðræði þar sem þjóðin sjálf tekur allar megin ákvarðanir í landsmálum og íbúar einstakra sveitarfélaga taka megin ákvarðanir í málefnum sinna heimabyggðar. Hvers vegna segi ég þetta? Vegna þess að við búum í samfélagi sem að og hefur í 100 ár og kannski miklu lengur verið í heljargreipum hagsmunasamtaka, ættarvelda eða einhvers annars, þaðan að vera. Þessum hagsmunaöflum sem halda þessu samfélagi í heljargreipum verður ekki komið á kné nema með sameiginlegu afli þjóðarinnar allrar og sameiginlegum ákvörðunum hennar. Ég þeirra skoðunar, gagnstætt því sem Ólafur Harðarson prófessor sagði hér áðan, sem að sagði að tillögur stjórnlagaráðs væru mjög róttækar. Ég þeirra skoðunar að tillögur stjórnlagaráðs séu of íhaldsamar. Ég tel að það eigi að afnema ákvæðið málskotsrétt forseta Íslands. Sá málskotsréttur á að vera í höndum þjóðarinnar sjálfrar og mér líst vel á þá tillögu stjórnlagaráðs að 10% kjósenda geti óskað eftir þjóðaratkvæðagreiðslu tiltekið mál, en ég get mjög vel tekið undir það sjónarmið Birgittu Jónsdóttur að sá þröskuldur megi vera lægri. En við slíkar aðstæður, þegar að þjóðin hefur þetta vald í sínum höndum, þá engin þörf á að halda í gamalt, 150 ára gamalt ákvæði frá dönskum nýlenduherrum. Það of mikil íhaldssemi í þeirra afstöðu stjórnlagaráðs að ætti að útiloka ákveðin málefnasvið frá þjóðaratkvæðagreiðslum. Mér finnst vel koma til greina að þjóðin sjálf geti ákveðið að greiða til dæmis kostnað við ákveðna samfélagsþjónustu með sérstökum eyrnamerktum skatti og að hún geti ákveðið í atkvæðagreiðslum hvort þann skatt eigi að hækka eða lækka eftir atvikum. Hið sama getur átt við íbúa einstakra byggðarlaga. Það líka of mikil íhaldssemi að segja að ekki megi leggja samninga þjóðréttarlegs eðlis undir þjóðaratkvæði. Ég spyr, hvers vegna ekki? Mín skoðun að vísu sú að það eigi að leggja forsetaembættið niður. Það engin þörf á því. Forseti Alþingis getur sinnt kurteisisskyldum inn á við og út á við. Svisslendingar sem að hér hefa verið nefndir til sögunar hafa engan þjóðhöfingja. Þeir hafa enga þörf fyrir það að hafa þjóðhöfingja sem fer í opinberri heimsóknir út allan heim. Úr því að þeir komast af á þess getur við líka þessi 300.000 manna eyþjóð hér norður í höfum komist af án þess. En eigi þjóðin bágt með að sætta sig við að hafa engan forseta lágmarkskrafa að einn og sami maður gegni því embætti ekki nema í 1 til dæmis 6 ára kjörtímabil í stað þeirra 3-4 ára kjörtímabila sem að stjórnlagaráð leggur til. Og þá að svara því spurningu sem hér lögð fram, hvaða áhrif þjóðaratkvæðagreiðslur samkvæmt frumkvæði kjósenda hafi á íslensk stjórnmál. Frá mínu sjónarmiði séð eru íslensk stjórnmál í öngstræti. Í raun og veru ríkir stjórnmálakreppa í landinu. Flokkapólitíkin í eins konar spennitreyju fyrri tíma. Þessi flokkur getur ekki unnið með hinum flokknum
ekki vegna ágreinings málefni líðandi stundar, heldur vegna átaka löngu líðinna tíma. Stjórnmálaflokkarnir eiga æ erfiðara með að endurspegla sjónarmið kjósenda sinna og stuðningsmanna vegna þess að þeir eru oflokaðir og þar af leiðandi of þröngsýnir. Flokkarnir munu að óbreyttu líða undir lok sem grundvallarstofnanir í lýðræðislegu samfélagi ef þeim tekst ekki að endurnýja sig í ljósi breyttra þjóðfélagsviðhorfa. Þeir geta endurnýja sig með því að taka upp beint lýðræði innan sína vébanda. Með því að kjósa forystusveitir sínar í almennum kosningum með þátttöku allra flokksmanna, sem í tilviki flokksins og Sjálfstæðisflokksins eru sennilega 45.000 manns, og með því að leggja stefnumörkun sína í hendur jafnmargra flokksmanna í almennri atkvæðagreiðslu með sama hætti. Með slíkri stefnubreytingu í starfi flokkana mundu áhrif þjóðaratkvæðagreiðslna að frumkvæði kjósenda verka eins og vítamínsbrauta á stjórnmálaflokka sem nú er að visna upp. Þær munu kalla á auknar umræður innan flokkana, aukið lýðræði innan flokkana, aukin áhrif almennra flokksmanna. Flokkarnir mundu leitast við með þessum hætti að endurspegla þá breytingu sem orðin væri á samfélaginu öllu. Það eru engin rök til gegn beinu lýðræði. Hvernig í óskopunum ættu þau rök að vera til? Það eru bara til úrtöluraddir gamalla valdakerfa sem er að líða undir lok. Takk fyrir. Kæra þakkir Styrmir. Og þið frumælendur allir, mig langar að þakka ykkur öllum fyrir ykkar framsögu.